við að ræða þessum landbúnaðinn hérna í þættunum sama viðtalið og við erum komin hingað tími Jóhanna Ösp Einarsdóttir, bóndi í Fremri Gufudal og Steinþór Logi Arnarsson, bóndi í Stórholti og formaður ungra bænda. Velkomin. Takk fyrir. Þið talið þú talar ykkur sem nágranna. Ég hef nú aldrei þorað að gera það svona yfir heilan fjörð. Nei, það ekki nema hvað. Það búið brúa nokkra firði. Já. 40 mínútur á milli eða eitthvað svoleiðis. Og þegar þú ert í dreifðum byggðum að þá eru 40 mínútur ekki mikið milli vina. Nei, bara skottúr. Já. Sko, Jóhanna, þú hefur verið hérna í þessum sjáhópi sem viljið greiða atkvæði, greiða já í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst en kannski ekki alveg ákveðin í því hvort þið myndu vilja gangi í Evrópusambandið og þú hins vegar hefur svona meira lagt á nei-hliðina. Ef við byrjum bara á einföldu spurningunni, hvað teljið að verði svona stærsta breytingin í íslensku landbúnaði ef að við myndum ganga í Evrópusambandið? Ef að byrja á þér, Steinþór. Já, þetta hérna, hvað sagður, stuttumáli? Lítil og löglega spurning. Sko, náttúrulega grundvallar breytingar fyrir íslenska landbúnaði við göngum í Evrópusambandi eru þær að í dag höfum við sem samfélag og þá náttúrulega stjórnvöld í umboði almennings komið sér saman það hvernig við högum okkar landbúnaði og það gerist meðal annars í gegnum búvörusamninga sem samið til nokkur ára skeið og markar þá stuðning samfélagsins til bænda til að stunda landbúnað og í upphafi eða svona seint á síðustu öld að þá var þetta auðvitað líka gert til þess að sporna við verðbólgu og notað sem ákveð jöfnunartæki fyrir almenning til þess að hafa aðgang að hollum og heilnæmum matvælum sem að væri framleitt hér á landi. Þetta hefur eitthvað þróast í gegnum tíman en við búum samt ennþá við þetta kerfi í dag þar sem að bændur og stjórnvöld semja búvörusamninga. Og oft mjög umdeildir og meðal bænda líka oft mjög umdeildir þessi samningar. Já, þannig séð sko en allavega eins og í dag nú þó nokkur sátt þetta. Þetta hafa orðið kaflaskil í þessu öllu saman eins og eðlilegt það að tala sig saman á niðurstöðu og við metum það mikils þetta samtal sem við fáum þá tækifæri til reglulega og við stöndum einmitt á þeim tímamótum núna að næstu áramót hefðu búvörusamningar runnið sitt skeið út af dollu, þá sennilega búið að framleggja þá 1 ár núna sem sagt til ársloka 2027 en þetta líka mikilvægt fyrir bændur að geta skipulagt sig og haft fyrirsjáleika í sínum störfum og sínum ákvörðunum sem eru náttúrulega bara teknar á hverjum einasta degi. En með inngöngu í ESB ef við gefum okkur að þessir búvörusamningar sérstaklega myndu falla út væri samt sem áður ekki einhver ákveðin fyrirsjáleiki í greininni, kannski ekki sami fyrirsjáanleiki í dag, en væri ekki einhver fyrirsjáanleiki líka þá við myndum ganga í Evrópusambandi? Jú, það sem að gerist ef við göngum í Evrópusambandi að þá, og við náttúrulega erum í EES sem að dekkar stóran hluta af okkar viðskiptum sem við höfum við önnur lönd, utan EES standa kannski þessi auðlindamál, það landbúnaður, sjávarútvegurinn, orkan og annað og leið að þá föllum við undir landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins sem að í rauninni einhlið ákvörðun. Það ekki svona samningsfyrirkomulag eins og við búum hér út á Íslandi. Þannig að það kannski minna samtal, auðvitað fólk að koma sín sjónarmiðum á framfæri, en það bara ákvörðun sem að tekin af þeim sem að ráða í Evrópusambandinu í Brussel. Hvað heldur þú að myndi breytast í íslensku landbúnaði ef við myndum ganga í Evrópusambandið? Sko síðast þegar voru aðildarviðræður þá var ekki búið að fara á fjalla sérstaklega landbúnaðarmálin. En mér finnst alveg gríðarlega mikilvægt að sjá hvort að við gætum fallið undir eins og Svíar og Finnar þessa 142. grein heimskautalandbúnað og það eru ýmsum spurningum sem ennþá ósvarað sem að ég set alveg fyrirvara við líka eins og til dæmis bara innflutningur á lífdýrum og hér hefur ekki greinst hundaæði að því að við erum með einangrunarstöðvar þegar við erum að flytja inn gæludýr og íslenski hesturinn mjög verndaður og sjúkdómalaus á Íslandi. Þannig að það ýmsum spurningum sem ósvarað. Hins vegar finnst mér samt spennandi að fara í þessa vegferð sem að aðildarviðræðurnar sjálfar eru og ég held að sé mjög mikilvægt að bændaforystan komi með í þessa vegferð
bæði til þess að læra af sem sagt ferlinu en líka bara til þess að sjá eitthvað sem að við getum tekið upp ef við fáum svo nei í seinni þjóðaratkvæðagreiðslunni. En landbúnaður samt alveg gríðarlega mikilvægur fyrir Evrópusambandið og Evrópusambandið að styrkja landbúnað mjög, ég man ekki hvað var ekki ykkur hátt í 30% eða eitthvað sem þeir eru að setja inn í landbúnað. Ég man ekki hlutfallið, það er stór hluti. Það er stór hluti, reyndar núna með þegar maður heyrði það í fyrra þegar við erum að tala næsta kafla í landbúnaðarstefnu að þá voru að skera það nokkuð niður út af varnarmálum sem væri að taka stærri hluta. Já, en þegar Evrópusambandið stofnað upphaflega þá verið mikið að fjalla fæðuöryggi, fólk sem að stofnar Evrópusambandið man eftir hungursneyð eða á stríðsárunum og við erum eyríki þannig að fæðuöryggi verður áfram mikilvægt hérna og Evrópusambandið að færa sig svolítið í 8 sjálfbærum landbúnaði og styrkja það frekar þegar að þú ert að horfa á umhverfisvænar lausnir og það sem eru hæstu kostnaðarliðirnir í landbúnaði á Íslandi í dag rúlluplast, áburður og olía og ef við getum einhvern veginn tekið skref í 8 sjálfbærari framleiðslu þá það líka gott fyrir bændur á Íslandi. Hins vegar þá ekkert smjör að drjúpa hverju strái í landbúnaði í dag á Íslandi. Þannig að við verðum að endurskoða kerfið til þess að ljósin á bæjanum slokni ekki bara. Sko eitt af því sem að margir velta fyrir sér, það hvaða áhrif þetta styrkjakerfi ESB landbúnaði, hvaða áhrif það myndi hafa á Íslandi. Það held ég nokkuð ljóst að þegar tollar falla niður að þá erum við að fá mun meiri samkeppni erlendis frá þegar kemur að landbúnaðarafurðum. En spurningin ef við einbínum á hagsmuni bænda, teljiði að þetta styrkjakerfi muni vega það upp? Þar að segja mögulegan tekjumissi af aukinni samkeppni af erlendum landbúnaðarvörum? Ég held að þeir sem eru kannski núna, að þeir núna eins og í Sauðfjárræktinni, þá maður með greiðslumark sem að eru beingreiðslur frá ríkinu, að þeir sem eru kannski með það í botni, að þeir eigi ekki eftir að hagnast mjög mikið á eingöngu í Evrópusambandið. En ég held að þeir sem eru ekki með hátt hlutfalla greiðslumarki eigi kannski eftir að hafa það betra. Ef við útskýra bara hvað greiðslumark þannig að allir séu með það á hreinu. Já, greiðslumark kvóti sem að þú kaupir fyrir ræktunina þína í einföldu máli og þú færð sem sagt styrk frá ríkinu á móti fyrir hvert greiðslumark sem það átt. Í sauðfjárrækt. Í sauðfjárrækt, já. Hvað segir þú? Ég meina, þetta stór hlutu umræðinni, hvort að mögulegi styrkir sem að kæmu inn í gegnum Evrópusambandið, hvort að myndi vega upp hugsanlegan tekjumissi bænda. Hvernig sér þú það fyrir þér? Ég sé það alls ekki fyrir mér að það vegi upp sem að stærsta breytingin í þessu öllu saman og það náttúrulega að við fellum niður okkar vendartolla á landbúnaðarafurðir. Þetta eru það miklar upphæðir og reynslan í öðrum löndum eins og Finnland og Svíþjóð sýna það að það gerist ekki nema litlu leyti af því að við verðum líka svo bundin af breytingarna sem verða á stuðningskerfinu sem við höfum fyrir. Kannski geti þetta verið á pari við það, en þá stendur allt hitt eftir sem eru alveg umtalsverðar fjárhæðir. Við sjáum það hvernig þegar Finnar gengu inn, að þá ég gef mér ekki annað en að Finnar hafi ætlað að verja sín landbúnað, að verja sína bændur þannig að þeir getu áframstunda landbúnað, en raunin varð svo að afurðaverð þeirra lækkaði 40% og matvælaverð 11%. Ekki 25% eins og hefur oft verið kastað fram núna í umræðinni en það var, svo lækkun var öll sótt til bænda í rauninni. Verslunin jafnvel, það satt meira eftir hjá henni jafnvel. Og við höfum nú gengið í gegnum þetta sjálfa á Íslandi samt líka í afurðalækkun frá sláturhúsunum. Fyrir ekki svo löngu síðan, þannig að það sé þetta að setja eitthvað sama sem merki Evrópusambandi og afurðalækkun kannski ekki endilega, kannski einföldun, en hvað var það 2014-15 sem að lækkaði til okkar alveg? Já, eða svona 15-16 en það mitt var líka og oft verið talað smjörfjöll og kjötfjöll og svona á Íslandi. Við náttúrulega erum lítill markaðir og þess vegna stuðningskerfið okkar kannski landbúnað eins og það að við erum að reyna
að hafa ákveði kontról við viljum ekki stjórnast í öllu hver gerir hvað og hversu mikið og þannig en þá eins og greiðslumarkið framleiðslu réttur í þá mjólk og sauðfjárrækt honum gert að stilla af þannig að bændur séu ekki að framleiða allt og mikið og það sé ekki markaður fyrir afurðunar en samt líka nógu mikið til annað markaði. Þetta náttúrulega verður stór breyting ef við erum bara á markaði sem að telur 450 milljónir en ekki 400.000. Það náttúrulega gilda markaðslögmál og það stóri munurinn á stuðningskerfunum í ESB og hérlendis að hér erum við meira með stuðningskerfi sem að einblínir á framleiðsluna af því við erum eyríki með lokaða markað að hluta til þótt hann sé mörguleiti líka opinn en í Evrópu allt opið. Mér skilst að eitt af því sem hafi gerst í Finnlandi eftir inngöngu í Evrópusambandi þar að segja í finnsku landbúnaði var fækkun búa. Þar að segja að búum fækkaði með sameiningu, búin eru færri og stærri. Þetta kannski eitthvað sem við höfum þegar gengið í gegnum á Íslandi, sérstaklega þá í mjólkuriðnaðinum. Já, og sauðfjárræktinni líka Já. Þannig að það að fækka sauðfé í landinu, búunum að fækka, bændur að eldast og við erum að horfa á viðkvæmsvæði, strandir, dalir, Reykhólahrepur og Húnaþing vestra sem eiga mjög mikið undir sérstaklega í sauðfjárrækt. Þannig að við þurfum að standa vörð landbúnaða því að landbúnaðar stéttin í raun og veru byggðamál líka. Eins og þú nefndir áðan, Finnar og Svíar fá ákveðna undan þá fyrir svona talaðum sem norðurlægan landbúnaði, ég man ekki hvort það 60. breiddargráða 60. önnur breiddargráða þannig að Svíar og Finnar eru ekki allir Nei, það eru 3% af Finnlandi eða sem sagt 3% af ræktunarlandi Finnar en Ísland myndi sem sagt í rauninni lenda sem sagt fyrir norðan þessa breiddargráðu Haldið þið að það væri hægt að ná einhverju samkomulagi þá að sömu verndarreglur myndi þá gilda fyrir allt Ísland fyrst að við föllum norðamegin við þessa breiddargráðu og þá vísa þá í nauðsyn þess að tryggja fæðuöryggi, tryggja framleiðslu á landbúnaðarafurðum hér á landi. Haldið að það væri hægt? Eflaust og mjög líklega væri hægt að komast að þannig samkomulagi. Mér þykir það mjög líklegt Já, bara útfæð fyrir fordæmi. Já, en þú veist, en það eins og segir upphæðirnar í þessu hlaupa örugglega á mörgum milljörðum sem sagt samanborið við tollana sem að falla niður ef við segjum sér svo að stuðningskerfið sem að kemur á móti pari okkar stuðningskerfi að þá væri þetta kannski til að vega upp á móti tollum að þá þetta kostnaður sem að við myndum þá sjálf fá heimild til þess að styðja okkar landbúnað. Já, þannig að í raun og veru þá heimild ríkisins að halda áfram stuðningi við landbúnaðin og þá ekki þessi frjálsi markaður allsráðandi. Þannig að þú mátt þá ríkistyðja landbúnaðin og niðurgreiða þá fyrir neytandan og bóndinn hagnast að því. Það er bara svo við orðum þetta þannig að allir skilji þannig í rauninni að þá væri þá í gegnum bara skattkerfið þá erum við að íslenska ríkið myndi þá niðurgreiða ákveðin hluta landbúnaðarvara í þessu kerfi. Er það ekki þannig þá? Jú, það var alltaf útfærslu sem að við þyrstum þá að fá alltaf samþykki fyrir. Já, svo veit maður það ekki alveg akkurat núna því að við erum ekki með samningi í höndunum og það er eitthvað sem við verðum bara að bíða og sjá. En svo eru inn í þessu líka flutningsstyrkir inn í þessari 142. grein, flutningsstyrkir og þetta held ég að sé þá bara með svipuðu fyrirkomulagi og nú þegar til staðar af því að skattpenningurinn fer að einhverju leyti í að styrkja bændur. Hvað með bara ykkar bú? Hafið þið eitthvað velt fyrir ykkur hvað áhrif þið myndi bara hafa á ykkur bara persónulega ef við myndum fara þannig? Hafið þið reiknað út eða hafið þið skoðað það eða er þetta bara eitthvað sem að þið værið ennþá bara að giska á? Ég aðeins búin að bera saman svona bara með Excel-skjalinu með við stöðuna mína núna og hvernig þetta gæti verið en það náttúrulega ekkert í hendi og ég hugsa að því að ég vel stödd varðandi greiðslumarki sem við ræddum áðan að þá gæti ég verið að koma út á pari og þá ég ekki að gera ráð fyrir mikilli lækkun frá sláturhúsunum. Hins vegar þá held ég líka að við erum með tækifæri í höndunum líka því við erum með vissa gæðavöru og það að markaðir opnist og ef við náum að hasla okkur völl
og koma vörun okkar almennilega á markað, að þá eigum við ekkert endilega að vera að horfa á mikið tekjutap eða að varan falli í verði, því að ég veit gæðin í vörunni sem ég er með í höndunum og ef við náum að bretta upp ermar og fara inn á markaðin með kassan fram og kynna vörun okkar almennilega, að þá held ég séu alveg tækifæri í þessu líka. Og ég reiknaði með líka áburðaverð gæti lækkað, flutningur á áburðunum frá útlöndum gæti lækkað og þannig að ég hugsa að í mínu búi þá gæti ég verið að koma út á pari, en hins vegar þá veit ég það ekki, að því við erum ekki með samningi í höndunum og ég var að miða við að 140. önnur greinin myndi eiga við. Það heldur ekki í hendi, þannig að það ýmislegt sem við þurfum bara að bíða og sjá. Hvað segir þú, Steinþór? Heldur þessi sóknarfæri í markasetningu mögulega fyrir íslenska landbúnað í Evrópu, ef við myndum ganga í Evrópusambandið? Sko, það hefur oft verið reynt að ríða á vaðið í þessu og margar tollabreitingar sem hafa verið gerðar í gegnum tíðina, því við náttúrulega erum oft líka að færa til tollana sem við höfum þó ennþá í dag. Hvort auðvitað erum við með frábærar vörur sem eru hreinar eða miklu minni sýklalyfjanótkun en í flestum löndum Evrópusambandsins, Noregur og Ísland eru þar alveg sér á parti. Hvort það sé að þið eru utan ESB ekki, ég ekki sé það alls ekki, en hvort það sé raunhæft, ég veit það ekki alveg. Ég velti svolítið fyrir mér bara ef við horfum á stóru myndina í heiminum, hvernig við viljum að matvælamarkaðir okkar séu, þá finnst mér aðeins varhugavert að við séum alltaf að flytja meira og meira af mat lengri og lengri vegalengdir. Bændur í Evrópu mótmæltu harðlega núna í vetur og það var ekki bara frakkar sem voru pirraðir og mættir á dráttarvélum sínum í Brussel eins og hefur kannski oft verið flutta fréttir af, heldur voru líka Svíar og Finnar og bara úr Evrópu alleri mættir þarna til að mótmæla því þegar var verið að innleiða viðskiptasamninga Evrópusambands við Mercosur-löndin í Suður-Ameríku, þar sem var þá farið að flytja inn eða hleypt á innflutningi á ansi miklu kjöti þaðan. Þetta Úrúgvæ og lönd þar sem er verið að ryðja niður milljónum hektara af regnskógum á hverju ári og þetta verið að færa inn á evrópska markað og bændur í Evrópu mótmæltu þessu harðlega af því að þarna væri verið að flytja inn vöru sem var ekki framleidd við sömu aðstæður og Evrópa gerir. Aftur, þetta nákvæmlega sama og það var mjög áhugavert að eiga samtöl við evrópska bændur þetta, að þetta nákvæmlega sama við segjum þegar við berum okkur saman við Evrópu. Þannig að, en við erum samt alltaf að hreyfa svona til á mörkuðum og það verður alltaf meiri fjarlægð á milli þess framleiðslunar og neyslunar, eða neytandans og bóndans. Þannig að ég hef aðeins ágjörð því og með okkar aðstæður, með okkar launakjör, þá eigum við aðeins kannski erfitt með að flytja það út. Og líka bara erfitt með að fara, ég hef ekki einu sinni efn á því að setja olíu á traktorinn til þess að fara á mótmæla, þannig að eitthvað hafa evrósku bændurnir fram með mig. Já, herðu, sko, þeir sem að kannski hafa lítið kynnt sér landbúnað átta sig kannski ekki endilega á því hversu fjölbreyttur hann er og hversu í rauninni skiptu niður í ólíkar greinar. Hafið þið eða getið þið lagt mat á það hvaða greinar landbúnaðarins mögulega myndu hagnast á því að ganga í ESB eða ef einhverjar og þá á móti hvaða greinar myndu hugsanlega vera í mestri hættu? Já, ég sjálfur sér náttúrulega bara kjörinn til að geta hagsmuna bænda og hef þess vegna ekki bara skoðað út frá mínu búi og ég hef ekki einu sinni gert það í sauðfjárrækt. Ég held að hún sé nokkuð kannski verður kannski fyrir minnstum áföllum ef við lýsum því þannig. Það eru náttúrulega greinar sem að búa við hvað mest á tollvernd sem að eru til dæmis mjólkurframleiðslan að miklu leyti, þótt hann búi líka við stuðning. Framleiðsla á kjöti heilt yfir er það sem er undir í tollum í dag, egg líka. Alifugglakjöt er þarna stóri póstar, nautakjöt og þar fram eftir götum. Það sé kannski svona mesta líkur á því að verði eitthvað rask í rekstri hér á landi þá? Já, verulegt rask það sem að tollarnir eru hæstir og það eru alveg búgreinar sem að búa ekki við neitt stuðning annan en tollvernd
að þá náttúrulega búið að afnema allan þeirra stuðning sem náttúrulega bara og kem ekki til staðinn eitthvað annað heldur ekki nema í einhverjum útfærslum sem að kannski væru og ég held samt að við vitum það ekki af því að við erum ekki með samning en svo spurning hvað hægt að fela undir þessari 140. grein þannig að það eitthvað sem að þarf að skoða og í raun og veru kannski ekki það sem við erum að kjósa í ágúst heldur erum við að kjósa hvort við viljum sjá hvað felst í þessu. Það og það er ekki bara í landbúnaði heldur víða, það er mikil óvissa hvað við mögulega gætum fengið út úr samningaviðræðum við Evrópusambandið, þetta er svona giskleikur í gangi þessa dagana. Sko, ef þið varði í samninganefnd Íslands, hvaða 2 eða 3 atriði myndið þið leggja mesta áherslu á ef svo færi að við ætluðum að fara í einhverja viðræði við Evrópusambandið, Jóhanna, ef við byrja á þér? Sko, númer 1, 2 og 3 hjá mér, þú sagði 3 atriði. Já. Mér finnst alveg ofsalega mikilvægt að horfa á innflutning á lífdýrum og sjúkdómavarnir og til þess að fá undan þá þarf að vera svona vísindi á bakviða og þá þurfum við að vera með sterk rök þannig að við þyrftum þá að hefja rannsóknir og taka stöðuna hvað þýðir það ef við leifum bara óheftan aðganga að hrossmegi flytjast til landsins. Hvað myndi það þýða fyrir íslenska hestin? Mér finnst það mjög mikilvægt að því við höfum líka brent okkur á þessu með innflutningi á sauðfé sem að kom með sjúkdóma og við verðum að passa okkur á þessu að passa upp á dýravelferð. Númer 2, þetta var alveg númer 1, 2 og 3 þannig að númer 4 númer 4 held ég að sé að vera með reiknidæmið alveg klárt. Hvað þýðir þetta fyrir þig sem bóndi? Burti sér frá hvaða atvinnugrein þú ert. Þannig að fólk viti í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni hvað ert að kjósum. Hvað þýðir þetta fyrir þig? Þannig að mér finnst það svona mikilvægt, 4 atriði. Ég vil bara, því við vorum svo mikið búin að ræða það, finnst ykkur líklegt að það yrði samþykkt að þessi óhefti flutningu lifandi dýra sem að innan Evrópu, að það myndi ekki eiga við okkur, þar að segja við getum fengið einhvers konar undanþágu frá þannig innflutningi lifandi dýra. Finnst ykkur líklegt að það myndi nást í gegn? Ef við erum með sterk vísindi sem að styrkja það, þá á það að vera hægt. En ef við sofnum á verðinum og gerum ekki dýði, að þá verður erfiðar að fá undanþáguna. Algjörlega, og ég tek undir þetta var einmitt það fyrsta sem að kemur upp í huga minn að þetta alveg óhaggalegt af okkar hálfu til ég að verða að vera að við tökum ekki þátt í þessu frjálsa flæði á dýrum hingað eins og þótt að væri kannski ódýrar að fara í sláturhús í einhverju öðru landi eins og stundað í Evrópu að keyra með dýrin langt til þess að sækja ódýra sláturinn en þá held ég að það væri ekki gott fyrir okkur en samt sem áður og þá kallar þetta á breytingu á stoppsáttmála Evrópusambandsins sem að þau verða þá að vera tilbúin til að gera og það er ekki gert á hverjum degi, þetta er eins og stjórnarskráin okkar en hver veit en þetta er einmitt í mínum huga númer 1, 2 og 3 Þarna þurfum við líka að passa þessa hagsmuni og við þurfum að vera skrefi á undan með vísindin á hreinu og vitni í gögn og segja af hverju ekki bara því mér finnst ekki að íslenski hesturinn að koma aftur til Íslands þegar ég er búin að flytja hann út. Nei, eða geitin eða sauðfé eða kýrin. Þeir eru sammála um atriði 1 og 3, þú nefndi 4. atriði, er eitthvað 4. atriði sem þú mútti vilja nefna? Já, ég held að við verðum að finna allt þetta fjármagn sem að, þessa milljarða sem að upp á minn vanta. Rétt að lokum, af því að hluta af umræðinum um landbúnað snýst auðvitað verð til neytenda. Það bara stór hluti af umræðinni landbúnaðarkerfi á Íslandi, það að segja hvað varan kostar síðan út í búð þegar venjulegt fólk fer og kaupir sína landbúnaðarafurðir. Hvaða áhrif haldið þið að mögulega innganga í Evrópusambandið myndi hafa á matvælaverð á Íslandi? Þetta er mjög góð spurning og þetta náttúrulega ræðst að því að fyrst og fremst er náttúrulega verið að horfa á niðurfellingu tolla og þá aukin innflutning væntanlega á lægri verðum en hefur áður verið og ég hef nú gjarna talað tolla á landbúnaðarafurðum sem eru frábrunir öðrum tollum
til þess að hjálpa sinni framleiðslu af því að landbúnaður kannski býr við ákveðna sérstöðu og mín upplifun var að því, ég sagði þetta einu sinni við Hönnu Katrínu ráðherrann okkar málaflokks og mér leiðin svona að kinka kolli, ég ætla ekki að selja það en hvernig þetta kemur, ég meina við sjáum kannski fleiri verslanir, ég veit það ekki en kannski það sem að birtist okkur þegar við förum í verslun getur breyst ef að það á að koma fleiri vörum á markaðinn og þarf einhvern veginn standa undir því, ég veit ekki hvort það heilblásið aukist en kannski að einhverju leyti munum við sjá hérna ódýrari matvæli og þá mun ef aðverður mun reyna mikið á íslenska neytendur að lesa sér til líka og vera virkir að skoða. Ég held, þú veist, það er ekkert hægt að lofa í þessum efnum frekar heldur en öðrum. Við erum ennþá eiga, flutningskostnaður er mikill, húsnæðiskostnaður að leigukostnaður undir verslunina er hár. Þannig að það er ýmislegt sem spilar inn í. Hins vegar finnst mér alveg pínu galið að ég fór í búð fyrir jól og ég sá grafið kindafylli og þetta litla stykki kostaði jafn mikið og ég fæ fyrir heilan skrokk af rollu. Þannig að það er ekkert eðlilegt við það heldur. Þannig að Hér erum við farin að ræða milliliðan í íslenskum landbúnaði og álagningu í keðjunni. Já. Það er annar þáttur. Það er nefnilega stór þáttur í matvælaverðinu. Já, þannig að þetta er flókið, þannig að það er ekkert hægt að segja og lofa neytandanum að þú fær miklu betra verð ef við förum í Evrópusambandið. Það bara verður að koma í ljós. Einmitt. Eftir ég lofa þá kemur þú sennilega allt úr vasa bænda. Herðu, ég ætla að fara að segja þetta gott. Patrekur ætlar að spjalla við ykkur líka. Jóhanna Ösp Einarsdóttir og Steindór Logi Arnarsson, takk fyrir komuna. Þið eru með svo fínt rím. Já fyrir sjá. Mér datt bara í hug nei fyrir hei. En ég veit ekki hvort að það flýgur. Ég get alveg sett það í nefnd. Takk fyrir komuna í samviðtalið. Takk fyrir.